Já, Ágúst Jóhannsson, ykkur spáði bottsætinu, farið ekki bara pressulausir inn í þetta tímabil? Jú, það má kannski segja sem svo, en þessi spá kannski kemur ekkert svakalega óvart. Við náttúrulega erum nýlegar í deildinni og höfum kannski lítið bætt við okkur, frekar svona kannski mist reyndari leikmenn og fengi yngri menn í staðinn, þannig að við komum bara afslappaðir og þetta ætlum okkur að reyna að afsanna þessu bá. Hvernig komum við undan sumrinu? Við höfum bara æft mjög vel og fórum í aðingarferð til Spánar og höfum bara búin að vinna vel í svona okkar hlutum, mikið í liftingum og svona fysik, en ég vona bara að menn séu bara í fínu standi og mikil tilökkun í mönnum bara að fara að byrja. Eins og ég sagði, þá ykkur spáð 10. næsta sætinu, hefur þú trú að liðið geti gert betur en það? Já, ég hef alveg full að trú á því, en við svona erum kannski með frekar svona þunnan hóp og með kannski ekki við miklu meðslum og kannski ekki mikla reynslu, þó höfum þetta 2-3 kannski reynslubolta með, en við klárlega höfum trú á því að við getum gert betur heldur en 10. sæti og það er bara okkar markmið að ná að halda okkur í deildinni. Þetta sammála forráðamönnum og fyrirliðum liðana IBF sé að fara að taka deildarmeistaratitilinn? Ég held að þau eru í sérklassa þarna þessi þrjúlið, Haukar, Valur og IBF, þannig að kannski ómögulegt að segja til um það, en IBF hefur náttúrulega styrkt sér mikið og fengið gríðarlega sterka leikmenn í sitt lið, þannig að það kemur ekkert á óvart að þeir myndu landa titlinum. Takk fyrir það, Ágúst. Takk.